Eydís Ragnarsdóttir frá Tíró sem ætlar að tala við okkur hvernig maður finnur fjársjóði með máltækni. Eydís, velkomin. Takk fyrir. Komið sæl. Nú er ég búin að hlera þess áhorfendur í salnum í herberginu og til miður þá get ég ekki fengið að vita ef það er einhver sem er að horfa sem hvað ykkar svona bakgrunnur er. Ég er að fá að vita svona hvernig ég á að höfða til fólks, hvað ég á að fjalla til þess að ég sé ekki tala eitthvað sem er ekki á áhugasvið ykkar og því ég greiði ekkert á. Þannig að ég er búin að fá svona mynd af salnum og ég vona að þeir sem eru bara að hlusta heima eða á skrifstofunni séu svona svipaði hópur. Þannig að í miður, annars er þetta að koma fyrirspurning. Allavega, ég heiti Eydís Magnúsdóttir. Ég er, svo ég sagði manni mér, ég viltist aðeins, ég hef aldrei verið í þessari stofnun. Samt er ég með 5 háskólar á Íslandi. Tókst það sko. En já, það er aðalega úr HR og svoleiðis. En þar er ég fór ég í verkfræði eftir ég hafa okkur öðru námi fyrir og eitt leita öðru þannig ég fór doktorsnám hjá Jóni Guðnasyni, prófessor þar. Og þegar ég var að klára 2019 námið mitt, þá var máltækni áætlun að byrja. Þá var bara verið að skrifa undir samning og ganga frá því öllu búið að vera margra ára vinna undanfara því að koma þessu inn hjá stjórnvöldum og ganga frá sér þetta. Þetta er margra ára að vinna að svona samfara fólk þetta. En sem betur fyrr, þá fórum við í þessa vinnu með eitthvað staðan í dag í máltækni í heiminum á þessu sviði. Og ég held að íslenskt þjóðfélag og menning fái alveg heilmikið út úr þessari vinnu sem við erum að gera. Og en nóg það. Ég byrjaði eftir námið, þá byrjaði ég í Háskólanum Reykjavík og gaf mér sjálf þann mjög góða titil sem er gagnamála ráðherra. Og ég held þeim titli á lofti ennþá af því að ég stjórnaði að koma af stað gagnasöfnunni fyrir TAL. Og stjórnaði þeim hópi og allt í góðu, svo var ég búið að koma inn í þetta fyrirtæki því ég kláraði líka. Og það var svona auka vinna, við höfum verið frá 2014 að þeir vinna að talgreiningu fyrir röntgenlækna. En ég kom inn og fór í fullt starf þar 2001, því það var orðin svo mikil meðbyr með því sem ég gera. Mikið af fyrirspurnum og mikill áhugi. Og sem er bara gaman. Og það er alltaf meira og meira og þetta er orðið alveg svakalega vöxtur og áhuga. Sem er mjög gott fyrir okkur að vera með þetta sem Íslendinga. Ég þarf að stjórna þessu víst. Ég ætla bara að segja það. Það býta að taka. Nú, ef ég tala eins fyrirtæki, þá erum við náttúrulega búin að vera 2014, byrjuðum við svona hefðbundið styrkja ferli og þar var þá aðili hjá tækni upplýsingadeild Landspítalans sem kom til okkur með það hugmynd að búa til talgreiningu fyrir röntgenlækna. Og þetta er náttúrulega þekkt frá erlendis frá. Læknarnir eru vanir því að vera með þetta í sínum störfum í sérnámi og svoleiðis, þannig að þeir skilja ekkert akkúrat ekki fyrir íslensku. Og þannig að við byrjum á röntgenlækningu sem hefði kostið galla, kostinni voru það voru tilgögn, þeir diktir allt. Gallarnir voru við bara áttum eiginlega enga leið inn í kerfinu. Það er að segja að þetta sé innbyggt í kerfinu og sem er eitthvað sem við bjóðum upp á. Þannig við þurfum að smíða svona lausn utanum og nú er þetta í notkun hjá röntgenlæknum á ýmsum stöðum og við eitthvað því sem við höfum þróað og erum aðeins að færa okkur inn í aðrar sérgreinar það sem er í þessu við þurfum að gera þetta fyrir hverja eina sérgrein. Af því að það komið ljós sem við erum búin að gera fyrir röntgenlækna, þeir eru ekkert að gefa út lyf. Þannig að við erum að bæta út lyfjaskráni, bæta henni við í orðaformann, það sem við þjálfum. Þannig að það er ein afurð sem við höfum getað þróað og gert. Það sem við höfum líka svolítið verið að svolítið flagskip okkar líka er beintextun í beinni útsendingu. Við höfum verið að vinna með RÚV í textum beinni útsendingu og erum komin ansi langt. Þar erum við til dæmis að texta
eiginlega mjög mikið af beinútsendingum, til dæmis Kastljós og svona viðræðfylgir Silfrið og svoleiðis. Og margt efni stundum frestast til þess að kveikja bara í útsendingunni á svo við, ef þetta er eitthvað sem við erum ekki alveg sátt við. En það sem við erum komin þá ákveðin langt, ég kannski segja eitthvað eins frá því eftir því ég kem á tækninni. En við náðum að fara svona svolítið að taka stökk þegar við fengum þennan styrk. Þá færðum við okkur úr eldri tækni yfir nýjustu tækni. Þá erum við komið með tauganíslíkun sem það sem við varum að gerast erlendis alls þar. Öll OpenAI og öll þessi OpenAI hefur verið að gera talgreiningu líka, þó að það sé aðallega fyrir risalíkun, risamálíkun. Og það líkur þetta Whisper og það bara mjög svipuð tækni og risalíkun byggð á, nema það ekki hljóðið, þú ert ekki að greina það og svo framvegis. Þannig að það allt svona tauganet og ég fer svolítið yfir hvernig það virkar en svona svolítið yfirbrost. Við höfum líka hannaleik sem getur strengt. Ég vissi ekki að það er streymi, annars er píntið til þess að texta það. Ekki píntið. En við ef þið viljið skoða, til dæmis þá höfum við verið að texta borgarstjórnarfundi sem annarkoð þriðjudag í Reykjavík og það bara kveikt og þeir bara tala og það tala og það texta við og þetta bara gengur svona. Og svona eitt af því sem við erum að vera að gera. Við erum að halda áfram með RÚV og þetta fengum styrk nr. 2 þar sem við erum að fara dýpra ofan í talgreinum. Við erum teljum okkur að vera komið mjög góðan svona grunntalgreini og erum einu á Íslandi sem gerum það. Við erum ekki að taka frá öðrum og nota líkun erlendum aðilum til að blokka líkun og þjálfa ofan á eins og alltaf ég tjókst að hafa heyrt. En við gerum það við okkar líkan og erum þá alltaf aðeins einu skrefi á undan þeim líkunum, af því að þau eru alltaf að þjálfa á öllum tungumálum í heiminum. En við þjálfum á íslensku og næsta skref sem við förum þá að þjálfa fyrir viðkomandi use case eða verkefni. Við höfum verið að gera sér talgreina fyrir verkefnið og með því að gera það þá tökum við gögnum hjá viðkomandi aðila og eins mikið á hægt það alltaf meira betra, það alltaf málið í þessum heimi. Og sér hennum við þannig að við náum eins mikið af gæðum og hægtir. Og það markmið að skila líkanni til viðskiptavinari sem eins gott og hægt og möguleiki á því að hann þá taki við og sé komin yfir mjög mikið sársauka þröskul og ef þetta eitthvað sem hann ætlar að nota kannski í starfi, í sinni kjarnastarfsemi, þá getur hann viðkomandi kannski gefið smá vinnu í það að leiðrétta gögnin og við getum þá gert þetta svona útstrap við kallast þetta þess sem bara svona hjólið og þetta kallað lærdómur eða endurþjálfun hefur líka kallað þetta í íslensku. Þetta hefur við verið að gera með Alþingi og þeir hafa var reyndast það líka var unnið innan Háskólans í Reykjavík og þegar við vorum þar ekki reyndar af okkur alveg, ég get ekki sagt að þetta okkar en við komum með sérfræðinga kunnáttan inn í það og fengið fast starfsfólk að gera það. Og Ísmús sem ég ætla að segja ykkur oftur það er kannski svona stærstu sem bara svona aðlaga að bara einhverjum ákveðum þörfum, ákveðum viðskiptafni. Og svo kannski svona eitt í viðbót vefritillinn okkar sem aðgengilegur á netinu og frýr í dag. Það var alltaf hugsað bara til að fólk getur prófað. Við hefum ekki haft búnmægt til að kannski svona gera alveg vöru úr honum, við má alveg ýmislegt bæta við hann og svona og þannig að en það hann vel hægt að nota hann og við notum hann til dæmis mjög mikið í gagnavinnslu og svoleiðis, bara sjálf. Það sem hann hefur og hefur komið vel út fyrir eins og skannarsöfn og sérstaklega líka þegar maður er að texta myndefni að það tímastimplar á þeim
SRT-skrár. Þar sem að hvert orð, ég veit ekki hvort þessi niður á staf, bara með tímanum á hvar í myndbandinu hana hvar hann birtist. Þannig ef þú til dæmis smellir á textan einhvers staðar, þá veit hann hvar í myndbandinu það Og sem náttúrulega gífurlega gott ef þetta leiti löngu myndbandi til að finna hvar þetta akkurat sem við erum að tala Og náttúrulega til þess að byrja einhvern tíma texta sem á að fylgja talinu. Þannig að það ákveðin svona hliðar áhrif en rosalega mikilvægt líka. Jæja. Aðeins svona sýna ykkur ritilinn. Þetta inn á tal.tyra.is eða bara með því að fara í innskráningu inn á síðan okkar, tyra.is. Og þarna hægt að fara og hlaða upp skrá. Bara svona viðmóti sem kemur. Ég enda með alveg fullt af svona einhverjum gagnagrunnsverkefnum, þannig að þetta ekkert svona eitthvað númer og eitthvað, en það bara að setja skrá, svo þarf að velja mállíkan, helst að velja ekki eldra líkan, það gamla tæknin sem ég aðeins útskýra ykkur eftir, en það sem svona, þannig að þetta bara ykkar svona umhverfi til að vinna í og svo þegar þið búin að hlaða upp skráni, þá getið þið farið bara og klikka á plekk hérna. Og svo sjáum við þá, eins og ég sagði, við erum ekki að rukka fyrir aðgang að reglunum. En við erum með svona valhnapp þarna uppi til þess að styrkja ykkur. Ef við finnum ykkur þörf til þess að gera það. Sumir gera það reyndar, kannski þegar þeir eru að biðja aðstoð, þjónustu. Og mér finnst það bara mjög fallegt, eða þú svona eðlilegt, skilur við. Af því ég að fara að þjónusta þig, þú veist, gef af mínu tíma einhverju starfi hjá þér, og þá sjálfsagt að setja einhver bara 1000 kalla til okkar. En það annar mál. Það sem viðmótið sem kemur svo þá þetta, og þannig þetta bara að skrifa texta eins og maður vill. Þessi skipting í rauninni ekkert, þetta bara skipting sem talgreiningin gerir, þannig þetta ekki eftir neinu sérstöku. Og það sama, þannig ég bara búin að smella, við sjáum þetta aðeins líka hérna, þannig smelli ég einhvers staðar í þessu texta og þá fer myndbandið bara á þann stað. Og þetta greiningarstefnunefnd, þá allir magar þegar þau koma. En yfirleitt þá kemur þetta vel út og allt bara. Þannig að en það alltaf eitthvað sem þarf að laga, það náttúrulega eins og við kannski kemum aftur inn og það hvernig gögnin og hvað verið umfylgjum og slús. Og viðmælandi skiptir máli hvernig tala. Stundum. Þannig að þetta einlega. Þarna sem sagt hægt að bæði búa til texta fyrir bara kynningarefni, þannig að talið komi með texta fyrir aðgengi og það skiptir ofsalega miklu máli fyrir þá aðila sem heyra illa, en líka fyrir það bara svo ofsalega margir sem með eitthvað í gangi og láta textan vera undir. Af því þú kannski bara að skanna eða skema og vilt ekki alveg vera með athyglinna 100% á þessu, þetta bara svona. Þannig að þá gott að hafa þetta fyrir notandann, við hugsa út frá notandann. Já, nú förum aðeins í fjársjóðsleit og þarna ég að lista upp og það sem svona einkennir og kostur og galla og hvað einkennir þær aðferðir sem við vorum með, byrjum á að nota, sem eru þó tölfræðilega nálganir. Og þar erum við með alls konar mjög flókin og líkön, tölfræðileg líkön sem lág á bak við þessum greiningum, liggja enn sem hver en þetta voru sama safn af einingum og það sem einkennir þetta að þú gast farið inn í hverja einingu og unnið í henni og besta hana. Þannig að til dæmis ein eining var hljóðlíkan. Það sem bara verið að greina hvaða hljóði viðkomandi að segja og hljóðið segja hvaða
hvaða stafur kemur fram og það kannski það sem var mikilvægast upp á það að vita hvað að þessi íslenska og að það skiljist svona almenn íslenska. Svo ein einingin var mállíkan og það bara orðabókin, orðaforðin hjá líkaninu og hún tæmandi. Þannig að líkanið, það skilaði ekki orði ef það var ekki orðabókinni. Og það stór galli ef þú þarft að vera með eitthvað sem bara opið og eins og allir, margir og vonandi komist einhvern tímann á það stað, en það þannig að það ekki allt gefið, sjálfgefur koma náttúrulega ekki, en aftur móti býður þetta líka upp á ákveðna ritskoðun. Og kannski ritskoðun að því leyti að blótsyrði, það hægt að útiloka þau og óviðkvæmileg svona uppákomur og svoleiðis, sem náttúrulega mjög gott í beinni útsendingu og svoleiðis. Þannig að þetta hefur alveg kosti og það ekki eins og þetta sé eitthvað sem ónýtt, heldur nýtist þetta og oft mjög góð líkun sem komin og erum komin langt með þróun með. Kosturinn líka, þeir þurftu ekki eins og mikið, vil ég segja. Nú segir einhver, þetta rosalega loðin vísindi með gögnin og gagnamagn. Og oft veit maður ekki neitt fyrir maður bara fer af stað. Og en yfirleitt þá kemst maður upp með aðeins minna. Vilja minna, en ég vona þessi enginn sem blótar starfandi. En við skulum sjá. Já, ég veit ekki sem þú segja eftir það. Nú, Ísmos var þráið með þessum hætti. Það mjög skemmtilegt og fyrir okkur að vinna það verkefni. Þetta nú, ég veit ekki hvort ég þekki þetta kannski flest hjá Árnastofnun en þetta náttúrulega Þjóðfræðistofnunar Árna Magnússonar, eins og þetta heitir. Ég segi alltaf Árnastofnun og þetta heitir bara Ísmos fyrir mér og ég að fara, hvað heitir þetta í rauninni? Þannig að þetta hljóðrit og þar ýmiss konar svona upptökur. Það líka söngur, það sem ég fannst skemmtilegast við fengum dæmi svona vaxplötu upptökur af rímunarsöng. Þú veist, ég sá fyrir mig gömlu kallanum með skegginn og svo syngja þér og það var varla hægt að heyra orðin eða neitt. En við fengum að prófa að greina það. Það var ekki sérstaklega komið. Ég bara segi ykkur alveg svo vel. Þannig að við tókum bara upplýst ábyrgðum, við sleppum því miður. Það bara þannig. En stór og stærsti hlutinn af safninu var og upptökur frá starfsmönnum. Það var einhverjir ákveðin starfsmenn sem bara verið í þessu einhver tíma frá svona kringum 1960 og þann áratug. Og hann fór landið, eða þau, ég veit ekki hvort það verið kona líka, já, og tóku upp viðtöl við eldra fólk sem þá hafði vitneskju frá sinni æsku og tala sögur frá sínum bæði ævintýri og huldufólk og það ofsalega gaman þetta og að sjá það og núna hægt að leita því og sjá textan og sem gerir þetta miklu aðgengilega. Nú markmiðið, það var kannski ekki endilega eins og það svolítið annað heldur hjá RÚV sem við talum á eftir. Það kannski frekar að vera með svona birtingahæfa texta. Það var ekkert alltof mikla væntingar að þetta væri alveg fullkomið, allt korrétt. En samt sem áður, við náðum mjög góðum árangri, við náðum ekki nefnir tölur eins og en ég held þessi alveg bara mjög ánægði með þessa niðurstöðu sem við fengum. Og þetta líkan aðgengilegt inn á ritlínuna í dag. Þannig það er að prófa. Það sem við þurfum að eiga við þar þá, eins og ég segi, þetta var tekið upp á segurband og náttúrulega tæknin var allt önnur, það var ekki digital tæknin. Og það var til dæmis eitt vita, það var endalaus göggsklukka að hringja og svo kom göggurinn og allt saman og konan eða maðurinn talaði bara og svo spyrjandinn svolítið að grípa inn í og allt mögulegt. Þannig að þú veist, það er svolítið að átta sig á hvað það á skólanum og hvernig hægt að vinna með það og það þessi verkefni okkar að
er að koma í veg fyrir að þetta skapi villur í fráleginu og textunum. Það sem mér fannst sérstaklega skemmtilegt við þetta var að þetta var eldra fólk og frá því ég var gagnamálaráðherra þá átti ég alveg ofsalega erfitt með að fá eldra fólk til að tala fyrir okkur, það er að segja að safna gögnum fyrir okkur. En það er bara þannig að við ákveðinn aldur þá breytist röddin okkur svalega og þá er talgreiningin ekki að virka eins vel fyrir það fólk af því við eigum ekki dæmi um það. Það er samaskapið með börn undir svona 6, 7, 8 ára á þeim aldri. Þá þau eru bara ennþá að læra að tala og þú veist, það breytist jafnvel með viku, bara á viku hvernig þau tala. Og það er samaskapið mjög erfitt fyrir okkur börnum. Þannig að það er ástæðan fyrir að þessir hópar eru sérstaklega erfitt. Þannig að þetta fengum að eiga við það að það fólk þannig tími. Fólk sem sagt talaði og líka hvernig það talaði. Þú veist, þau voru með orðaforðið sem var allt öðruvísi sem við vorum með áður og frambörð og svoleiðis. Þannig að það var skemmtilega við þetta. Þannig að við gerðum það sem við erum síðan svolítið í, það er að gera sértæka talgreinum fyrir þetta safn. Og með styrk úr innviðasjóði. Eigum við að gera tækni undir núna? Já. Prófum. Ég ætla að sýna ykkur dæmi, því að ég hef aldrei notað svona græði. Það er örugglega, nú opnar örugglega 20. Hérna er ísmús, ég er bara að fá að spila hérna fyrir ykkur. Það er í skógargerði í fellum og þar í grennd eru mikið af fallegum klettum og svo trú er á þeim að það er búið hulduborg. Og þegar Hallgrímur Helgason var að alast upp í skógargerði þá lék hann sér oft eins og börnum var tíð sem þar ólust upp við þar neðan við túnið. Leon að tala endalaust, en hann sá að tíst. Þetta hefði alveg getað verið tíst, en hann sagði tít. Þannig að það er fyrirgefið, skiljið. Og þá er ég komast tilbaka. Hvað er þetta? Nú er ég að sýna allt sem þú ert með. Já, það er ekki bara Sko, það virkar vel hjá okkur. Nú, þannig eins og ég segi, RÚV-verkefnið, það gaf okkur tækifæri til að fara yfir í næstu notkun. Og við höfum í rauninni ekki verið svo langt á eftir erlendu aðilum og höfum verið með líkan sem þegar þeir eru byrst að sína þá erum við svona kannski í starttólan með að vinna að okkar líkanum. Og munum kannski, þannig á milli, þannig erum við með eitthvað sem einkennir tauganet og það er bara ekkert að eiga við neitt. Þú byrjar bara að ýtir á play eða run og það bara mallar, kannski viku eða hálfa mánuð eða krassar ekki eða stoppar ekki. Það enda að gerist oft. Og það getur tekið alveg heillangan tíma ef þetta er þungt og mikið að gögnum. En þannig að það er ekkert að taka tungumálslíkanið og vinna með orðin og eitthvað svoleiðis. Eða orðabók. Nú, þetta er alveg svartur kassi og þú veist ekkert af hverju það fekk þessa niðurstöðu. Og í mínu doktorsverkefni þá forðuðust við tauganet þó það væri, þá náttúrulega samt í klára 2019, þetta er ekkert nýtt þannig. Við forðuðumst bara þá tækni af því við vissum að einkenni sem vorum að nota í rannsóknunum. Við myndum ekki vita hvað væri að orsaka niðurstöðu. Eða hvað var að gefa okkur svo niðurstöðu. Þannig að þú veist, þetta er ekkert eina aðferð, en hún er öflug. Og þannig að maður þarf að svona horfa á hana með því tilliti. Hún háði að hafa alveg svakalega mikið af gögnum og þá erum við komin með það í að hafa meira er betra. Og þarna er ekkert þetta ritskoða eitt.
og það getur búið til sín eigin orð, sem oft mjög gott, sérstaklega fyrir íslensku og sem tungumál sem með svona samsett orð. En stundum gera það mjög skrítið orð og kannski oftast fyndin en mjög sjaldan pínleg en maður verður bara að lifa með því af því að það svo öflugt og gott en við erum ekkert hægt út af þessu. Þetta er bara getur verið tvíeggjað, eins og ég segi. Það er auðveldara það að segja þú þarft ekki þjálfa frá grunni hvers skipti sem sér það verð. Þú þjálfar ofan á stórt íslenskt líka og þetta býður upp á mikið góða möguleika til þess. Þannig að eins og ég segi, heilt yfir góð öflug líkön en það krefst mikils reikniafls eins og þið sjáum við fréttum erlendis, það er bara gagnaver og orku allt sprengja í þeim efnum í þessum tölvu reikniheimi. Og þarna fengum við tækifæri til þess að þýða eða fara inn í samrúm og sjá hvað er þar. Aðeins að dýfa líklistanni og erum komið stóru tánu svolítið líka. Þannig að við náttúrulega byrjum að þróa þetta líka og gerðum þess vel á gátum og í lokin af því verkefni þá sem sagt tókum við eitthvað sem yfir 100.000 upptökum með segulböndum og myndböndum. Þetta er alveg frá byrjum fyrstu dögum útvarpsins og það er sama, það er eitthvað örugglega svona vaxblutur og allt mögulegt sem ég hef þetta ekki fengið að heyra og við erum ekki að reyna það. En massan erum við að nota og það sem hefur verið flutt á stafræn form hefur við verið að vinna jafnt og þétt og þetta er þannig að við erum að vinna þetta núna og erum jafnt og þétt að fá skammta frá þeim og þau eru svona svolítið að fara yfir þetta og áður að setja þetta inn og svona. Þannig að þetta er svona að sýna sig hvað þetta er að gera fyrir þau. Það sem við gerum, af því þetta er svolítið öðruvísi samt, þarna er ekki eins og við vita hvað er á spólunni. Mögulega stendur bara, ártal, kannski dagsetning, hvaða þáttur þetta er. Það sem var gert þá bara tekið yfir, af því að vantaði spólur, eða Þannig að þetta var kannski ekki eins mikið verðmætt og okkur finnst það í dag á viðhorfum þeim tíma. Þannig að við þurfum stundum að segja hver er viðmælendur, og þannig að það er það sem við byrjum á að talgreina allt efnið á upptökunni og svo tökum við rísa mállíkan, reyndar erlendis frá, til þess að búa til lýsingar og lýsingar líka bara svona lykilorð og svoleiðis. Og þar með er þetta orðið margfalt leitabarna, tökum út öll mannöfn sem koma fyrir á spólunni og lýsigögnin, lykilorð þá er það oft staðnöfn og svoleiðis og bara svona samstöðu samantekt. Og ég talaði með Helgu mína fyrir þessa kynningu og hún er sjálf að halda kynningu og sendi mér hana og sagði ekki bursta eitt. Af því ég var bara að gefa ykkur dæmi hvað hún er búin að fá út úr þessu en hún var allavega búin að senda mér skjáskot af gagnagrunnum og það var bara tómt eiginlega og til móts við að það var heilmikið upplýsingum þáttinn og hvað var að gerast og þetta er strax búin að nýtast. Hann Illugi Jökulsson var ráðinn áramót til að gera þætti úr safninu. Hann mætti alltaf að fara að hlusta en hann gæti bara að leita þess af því við erum búin með ákveðið tíma og fann margætt með niðurstöður einhvern mat og einhvern kábot sem fannst út stjórnum Ísland og ég veit ekki. Þannig að en ég ætla samt og ég bara fyrirgefi Helga Lára, ég tók smá úr kynningunni. Það er bara því ég var svo rosalega stolt af því sem hún var að segja. Og það var þetta sem ég segi hér. Útkoman er það sem ég er búin að segja, það aðgengilega lýsigögn og leita hvert handrit. En það sem hún segir þarna er
án talgreiningarefni úr safninu myndi okkur ekki takast að skrá og greina efni sem safnið varðveitir. Þau hefðu bara ekki getað það. Það bara útilokað. Og ég man ég hitt hana 2018 og þá var ég bara í mínu námi og hafði pælt í máltækni og bara svona vísindaferði og eitthvað. Og hún var svona, já, og sjáu þið alla spólunar og allt safnið og ég bara, já, þetta er svona átak, segir ég. Átak, þetta er sko æðistur. og ég svona, já, ok. Og þú veist, það kom alveg í greina, þú veist, þú vissi ekkert hvað var á þessu og svo fræðist. Þannig að, og svo líka það sem segir tribóta, greiningin er forsenda þess að hægt sé að nota gögnin og án hennar væri gögnin alveg óaðgengileg. Þannig að fyrir mér er þetta bara ég var svo stolt því ég sá þetta, ég var að hlusta. En eins og við sjáum, þið sjáum svona munin á gögnunum. Við þurfum að meta þau, við þurfum að vita hvað eru kröfunar. Verður þetta að vera alveg stafsett rétt og allt, þetta birtingar, þú veist, eða fyrirgefið með bara fyrirvörum eða svo framvegis. Og þannig að það er bara aðalmáli í þessu. Nú, hvernig finn ég fjársjóðin minn? Fyrst og fremst er náttúrulega kannski bara að nýta tólinn, eins og ég var að sýna ykkur ritilinn. Og hann er eins og þessu opinn og það er mikið spurt. Ég hef náttúrulega bara mælikvarðan hvað er mikið spurt þjónustu og spurt fyrir. Og það er þá kannski mikið í rannsóknum. Við erum náttúrulega með þetta opið, en við ætlumst til þess kannski að þeir sem eru að gera þetta í atvinnuskyni í sinni starfsemi að þeir komi og tala við okkur og greiði fyrir. Svona fyrir utan það, þá höfum við bara litið á þetta sem svona tól til að prófa og sjá hvað hægt er að gera. Og það sem við gerum þá með viðskiptavini sem er að nota þetta í miklu mæli er að bara vinna þetta út frá þörfum viðkomandi. Mögulega þarf hann ekkert svona tól og við þurfum bara að greina, hann þarf bara að fá gögnin greind og búið. Til að setja þetta inn hjá sér í eitt skipti og svo framvegis. Þannig að það verður bara, það kemur í hvert skipti. Það sem við náttúrulega, næsta skref, ef þetta er ekki nóg, þá voru það bara að fara og skoða með okkur. Hvort það þurfum við virkilega að gera talgreini. Bara að meta, þú veist, gæðin, hvað er kröfurnar, hvernig er upptökurnar og svo framvegis. Erlendingumál, við gleymum því mjög oft að við erum bara í Íslands, eins og en það er kannski hægt að skoða mikið erlend. Þannig að þá kemur aftur, við sérþjálfum líka fyrir fólk, fyrir aðila, höfum gert það eins og mikið. Nú, ég ætla aðeins að víkja að einu sem er alveg ofsalega mikið í verðmyndaupplega og stafrænt fullveldi. Afsakið, ég hljómi svona sopa. Og en þarna er ég með dæmi erlendis frá, þar sem að erlendur leiðtogi forseti Bandaríkjanna hefur komið að máli og hann er svolítið að blanda sig í málefni þessara fyrirtækja. Að þeir eru óska eftir óheftum aðgangi að líkunum, þá er ég að tala um mállíkun, large language models, bara þessu aðgreinu frá talgreini, en ég líti á þetta sem sama í rauninni. En þarna þau hafa aðra eiginleika og aðra möguleika til þess að gera hluti og það eru komið ljós að þau eru að gera alls konar villisveit. En þarna er eitt fyrirtæki, Anthropic, að svona stíga niður og segja við viljum ekki veita ykkur óheftan aðgang til að gera hvað sem er viðleikunni. Og afleiðingarnar eru þær og það var óska eftir að þessi fyrirtæki skrifa undir samning við Bandaríkin að herinn fengi bara óheftan aðgang á líkanunum og til að stjórna bara hervopnum og til þess að njósna bandaríska ríkisborgara. En Anthropic sagði nei, við viljum ekki gera það og neituðu þessu samning
og sem afleggja var svo að það fóru allir að mikil aukning var í notkun á rafbíl. En ef þú lesir það, þá segir þetta á bara við bandaríska bílstjóra. Þeim alveg saman hina. Og þú veist, allt hitt sem kemur í ljós sem hægt að gera. En þetta samt sem áður smá vottur það að það sé einhver virðing borin fyrir því sem áhrifum sem þau hafa á okkur dag, þessi fyrirtæki. Það sem ég vil kannski svona draga þetta til okkar að við erum algjörlega sjálfstætt fyrirtæki. Við höfum ekki fengið fjármögnun, við ráðum algjörlega hvað við gerum. Við erum með íslenska lausn sem byggir eingöngu á íslensku. Við erum ekki að taka lausn frá þessum aðilum og nota hana. Við getum visst gögnir hvað sem við getum jafnvel bara fengið hana eins og Ísmús fengum hana bara drifi. Og þú veist, þetta félag það nýtt. Eina sem að til dæmis RÚV gerir af því við eigum ekki gott íslenskt mállíkan, þá notum við erlendu líkunin fyrir það. Og það þá bara upplýstaðurinn að gera. En þetta eitt af því sem alveg frá upphafi verið alveg gífurlega mikilvægt fyrir okkur. Að gögnin séu alltaf eins og viðskiptavinur vill hafa þau. Við meðhöndlum þau og erum ekki einhvern veginn að fara framhjá einhverjum eða eitthvað svoleiðis. Þetta algjörlega opið og erum bara að keyra vélar hjá okkur og svo framvegis. Þannig að þetta vil ég bara sýna ykkur, þú veist, það bara endalaust að þetta gerir svo ótrúlega hratt. Maður næri ekki að fylgjast eftir hvað að gerast, það að koma alls konar. Og svo farið að plata, búa til legasögur. Bæði fólk býrt eins og það væri komið chatbot en það var á einhver spjallherbyggi í einhver social media að tala saman og plotta mannfólkið. Það var einhver legasög sem frá mannesku. Þetta var svona, og ég bara en fyrir mig, mér langar bara að vera onni mínum heimi, í rannsóknarheiminum að einhvern veginn að gera góða mállíkun eða tallíkun og ég að búin með tímann, tala svo mikið. En maður verður vist að fylgjast með þessu og þetta náttúrulega alltaf meira mikilvægt. Alveg að búin. Þannig að það sérstæða Tyrón, það þetta svona bassorð, svona hipp og cool, má ég sletta ótrúlega mikið stundum, af því þetta svo erfitt að vera að koma í íslensku nöfnina á allt. Það þetta stafræn fullveldi og bara núna nýlega hafa verið fréttir á Íslandi að menningar, háskóla og nýsköpunarráðherra hefur verið að viðræða með erlend fyrirtæki sem ég ætla ekki að fulla það mína skoðun því, en það allavega það sem í gangi núna. Við erum með þetta stóra líkan sem við erum búin að þróa og erum þá, ég alveg held að vissi engin annar að gera það á greini. Og við erum í þessari séðaðalugun og við passum með henni gagna. Og þar erum við líka að hugsa eins og RÚV með líkunin bara innan síns rekstrarumhverfis. Og þar náttúrulega ekki kannski gagnaöryggi málið heldur tíminn. Þeir eru ekki með neina töf á útsendingunum þannig að þetta verður bara að fara beint í gegn og koma byrtast leið. Og eins og það gerir. Ef þið hafa ekki skoðað þá getur ég bara notið textaverfi 888 til að sjá hvernig það kemur út. Síðast að glæra. Þetta bara smá samantekt að það sama aftur og sem þá bara að íslenska okkur mál, kannski. Viltu það sé bara góð loka? Hvað eru spurningar? Takk fyrir það. Áður fyrir spurningar bara að því þú nefndir Helgu Lára og hún að fara að tala á föstudaginn klukkan 12 út í Þjóðminjasafni að það verður ársfundur með stafrænlegum lista sem við kallum Máni og Vélin og það
ætlum að tala alls kyns verkefni sem að tengjast íslenskri tungu sem við erum að vinna í og Helga Lára ætlar að tala þar samstarf við ykkur hvernig þau voru að vinna með sín gögn. Ekki texturina í útsendingum, heldur hvernig þau vinna með gögnum. En, það er svona að því af. Já. Þannig að spyrja. Horfið þið ykkur. Já, Gesvart. Ég svolítið forvitinn í sambandi við þessa þjálfun, sko. Hún talar að það væri í smá svona eldri mál það var skort, en maður bara heyrði á dæminu að það er margt annað sem kemur inn í þetta aldursstofni. Já. Til dæmis væntanlega á þessum tíma fyrir þessu gamla upptöku mállýskunnar. Já, mállýskur og orðaforði og Já. Og það tengist sko. Já. Ég gerði nú reyndar einmitt mállýskur, ég get sagt þér það. Ég gerði smá könnun á því hvort að við þyrftum að taka til þess í dag og skoðaði 2 greinar sem það eru skrifað þetta sem ég fann mállýskur og sem voru reyndar svolítið gamlar og ráðforðið mig við Erik Röggvalds sem var svona svolítið með okkur í þessu og okkar niðurstaða var eiginlega svo að þetta væri það hverfandi að það tækið ekki að vera að reyna að taka til þess nema þegar fólk er drukkið. Og við ætlum bara að láta það vera, leggja milli þau. Já, ég hugsa bara sko upp á fyrir þetta. Tólkunum, sko. En það er ekki fyrir vandræði. Nei, það er það sem við erum að gera, græðum á því að vita hvað við erum að gera, að því við áttum gögnin hjálpu okkur að gera þetta. Það er það sem þetta gerir. Það er galdurinn. Að þetta getur verðanlega líka eldri upptökum með rúf til þess. Já, og þetta nýtist okkur þar. Já, algjörlega. Fleiri spurningar? Nú var því glerskólaus að sáðum við fyrir texta sem byrtist þarna þegar þú spilaði hljótaðið. Já. En bara svona fyrir forréttismál að þið setur forréttis sko greinamerki. Já, það er bara ákveðið hluta ferlinu. Já. Og það er spurning hvar í ferlinu að gera það. Það er hægt að vinna eftir á. Eins og í svona flæðandi tali, þá er ekki setningaskipan. Við tölum ekki setningu. Og þetta er svo mikið matsatriði. Og það er einmitt svona, þetta er svolítið svona lýsandi fyrir þegar maður er að mæla líkön. Að það er ekki hægt að segja að þau séu 99% af því það er svo mikið matsatriði í hvernig textin er. Eins og þetta. En við erum með það alveg klárlega að vísu ekki beina útsendingunum af því að við erum byrjað að texta strax og þetta var bara að rugla, þú veist, hvernig textin byrtist. Það er bara eina ástæða, annars erum við almennt með það. Og þá tekur við forréttis að miða svona flæðinu í talinu frekar heldur en einhverju svona meðvituðum sko málfræðireglum. Eins og sumir til dæmis að meina það að það með ekki fyrir setningu á samtengingum, fyrir setningu á og. Einhverju fræðimenn vilja meina það sko. Já, en maður sér hins vegar að skáldin sko hvað gætir eftir því. Já. Hvað þá þegar við erum að tala sko í dælarlífinu þá leifum við okkur að segja og í hvaða setningar. En forritið hefur kannski ekki neina skoðun á þessu. Það hefur bara skoðun því sem það veit. Það hefur vitneskju. Já, fyrir þessu vitneski. Er það þessi málfræði sem eru tilbúnar eða? Það er bara í gögnunum sem við höfum fengið. Það er grunnurinn okkar þannig að við textinn fylgjum með og við vitum hver setningaskipan er þar og það byggir ekki á málfræði, mikið af málfræði, fræðingum og svo veist. Ef þið vilja koma því að framfæri þá með það alveg góð gögn fyrir okkur. Ef þú skilur hvað ég meina. Þetta er bara svona almennt tal, almennt, þú veist. Og ef að þetta og við kannski byggjum meira bara á því þessu svona náttúrulega hvernig tungumáli þróast. Þú veist, þið vitið, það eru orð sem koma inn sem eru ofsalega vinsæl og svona og eru bara í hverju öðru orði og svo, eða þá þetta og fólk verður tilhyggja sér það og það bara svona ríkur upp og þá er það eitthvað sem við getum innleitt í. Þannig að það er svona kannski fjölkinn sem ræður meira. Má spyrja, nú var eitt að prófa að prófa ísmús á gögn frá minnstöð munnlegrar sögu, það eru fullt af upptökum.
En þá lendi ég vandræði með formatið. Það virkaði hvorki að setja einhverja kvækjuna inn í tónlið, mér virti ekki geta hlaðið niður útgáfu sem ég gæti hlaðið upp og virkaði. Þannig að það var svona fyrsta hálfsegmál. Já, ég var bara svona að leika mér en hvað þarf maður að spá í þegar maður með gögn sem ekki endilega... Já, sko mögulega er þetta að breyta formatinu eða tala um okkur og aðtöku hvort sem bætti við eða þetta kannski bara eitthvað og við þurfum að laga. Þannig að það svona mögulega. Þið hefði tekið gögn á YouTube? Hvað segir þú? Hefði tekið gögn frá YouTube fyrir stöðum? Já, stundum erum við gerðum þetta eiginlega með lík út af YouTube. En YouTube stundum breytir þessu og þá fáum við alveg bara fullt af fyrirspurnum. Það eitthvað svona tæknileg svona við erum stundum bara, það vantar svo ótrúlega lítið til þess að það virki bara svona, þú veist, en Rísan náttúrulega alltaf setja pínu fram í göttum hans og þá það bara alltaf, þú veist, ég kann ekki segja frá því nóg teknilega, nóg skýrt, en þetta það afleiðingin og stráðum það setja, já, þið lægið þetta strákar, ég þarf að gera bara. Þannig að það basically staðan af því. Þessi spurning hvað með útlendingar. Þessa dagana búa fleiri útlendingar á Íslandi sem tala meira og minna góða íslensku og koma líka fram í sjónvarpi á RÚV þegar mann skiptir að maður það verið kannað. Það veist, ég fengi að tala með hrein til dæmis sem hversu vel virkar líka þá. Það virkar bara ótrúlega vel. Ég var eiginlega svolítið smeyk við því, sko. En það var sem gagnamannur á þeirra. Þá safnaði ég bara alveg, það var hluti af verkefninu að safna frá fólki af erlendum uppruna. Annars Más Hafa held ég að sé svona festast í sessi, kannski. Og það bara ansi gott, sko. Og við höfum ekki gert neina ráðstafanir út af því. Eða það gott, sko. Fólk áttar sig líka alveg á því. Þú veist, að og maður þarf, ég held að þetta sé líka svolítið bara, og ég hef ákveðin skoðun á því, fólk sem þú talar mjög góð íslensku fyrst mér og bara flott hjá þér að þóra þessu, maður verður að tala. En þú veist, við þurfum svo mikið að venjast í að fólk tali með öðrum hrein. Og það okkar Íslendingar að gera það. Og það ég held að líkanið sé ekkert endilega að það lélega því. Við erum líka til okkur að gefa okkur svona tíma. Jeg mener bare at málfræðingar hefur náttúrulega líka tekið eftir því að það skiptir máli hvað það til dæmis þjóðverði sem talar íslensku eða Bandaríkjamaður sem talar íslensku eða Ítalíu það heyrist líka. Það mismunandi hreima þessu. Það nefnilega skiptir máli og það ertu komið með margfeldi á flækjustíði, sko. En það hefur verið ansi gott, held ég. Og ég held, sko, við erum búin að gera þessar ráðstafanir og tvísvar lagt áherslu á erlend tungumál og það náttúrulega hluta af safninu hjá okkur og ég held bara með meiri þátttöku, með því að þetta hluta af því sem við fáum að gera, þá verður þetta bara hluti af manninu, sko. Já. Fleiri spurningar. Já. Ein hugmynd. Því snáðu ekki að dæminu sem spilaði, greinir, sko, ef með vild, þess maður fleiri en eitt málhafi kemur inn í. Hvernig skilar líkan eða niðurstöðurnar stiftunum á milli þeirra sem tala? Sko, eins og það var ástæða fyrir ég sagði þannig upphafi, það sást að það var svona stóru bitar sem að birtust í ritlinum okkar. Já. Þetta ekki eftir mælindum, það margir sem halda það. En við erum með þannig líkan og höfum verið að skoða að þróa þannig líkan í RÚV, í samstarfi af því það skiptir máli til dæmis í kosningabaráttu og svoleiðis fyrir heyrnarlausa. Gallinn við það svo þungt það svo lengi að vinna. Af því það þarf að heyra smá dæmi af röddinni áður en getur greint. Þá getum við ekki gert það í beinni útsendingu. Og það ýmis tækni atriði sem komið líka í vegfræði eins og spilarnir þarf að bjóða upp á bara til dæmis að breyta litum eða eitthvað sem gefur kynna.
Þannig að það ekki komið í virknin ekki komin, en þetta eitthvað sem hægt og við höfum, erum með líkum sem gera þetta og svo framvegis. Já, grísvel. Og líka tungumál. Yfir höfuð verið að tala í sér. Það er svo frekar það sem við erum að skoða, þetta að greina hvað tungumál að tala. Já. Þetta kannski bara orðið gott og bara kæra þakki fyrir komuna og ef við erum með eitthvað verkefni sem við viljum fara að vinna með ykkur þá bara aðmálið hafa samband. Það aðmálið. Og heyri ykkur hvernig best að nálgast verkefni, þetta konkrétt verkefni sem við erum með. En annars þetta aðgengilegt alls saman. Já. Þarna að fara bara og nota talgreinina á þess að það er eitthvað opið. Nú væri ég ákveðin tíma en hann út af henni. Ok. Hann ennþá aðgengilegt. Nota með hann er. Þannig bara kæra þakki fyrir aftur.